Komdu sæll og blessaður, kæri fiskur. Þá ætla ég að draga fyrir því 3 spil úr þessum fallega stokki kvenlegrar visku og við skulum bara sjá hvað kemur til þín. Við byrjum á fortíðinni, það er að segja hvað getur þú lært af fortíðinni þinni. Þú fær hérna spil sem heitir styrkur. Fortíðin hefur kennt þér styrk eða getur kennt þér styrk. Hvernig getur þú nýtt þér hana til að byggja upp þinn innri styrk? Mikill kraftur og mikið þolgæði, skulum við segja. Það er að segja að vera, gefast ekki upp. Það er eitthvað í fortíðinni sem hefur verið að kenna þér það og það er eitthvað sem þú getur nýtt þér inn í framtíðina. Þetta getur verið innri styrkur, jafnt sem ytri. Styrkur sem þú getur nýtt bæði fyrir sjálfa þig og fyrir aðra. Og þá er það núið. Hvað er það í núinu sem að þú ættir að fókusa á? Núið kemur hérna með systra félag eða systra einingu. Þetta er svona þrefald kvennorka hérna á þessu spili. Þetta er fólki í kringum þig og sterkar tengingar í lífið þínu. Gæti verið við kvenfólk eða kvenorku, hvar sem hana er að finna í þínu lífi. Þar ætti þú að hafa fókusinn í dag. Það getur verið einhver sérstök manneskja eða manneskjur í þínu lífi sem að búa yfir þessari kvenorku. Þetta getur verið ákveðið tímabil sem að þú ert í akkurat núna. Ef til vill ertu að gangi gegnum einhvers konar frjósemis tímabil, meðgöngu eða einhver í kringum þig er þar. Og ég fæ sterkt úr þessu spili líka þetta systra lag, getur maður ekki sagt það alveg eins og bræðralag. Það er að segja að standa með vinum þínum, systrum þínum og að hjálpast að. Það er eitthvað sem skiptir mjög miklu máli í dag hjá þér, kæri fiskur. Svo er það framundan, framtíðin. Hvað þarftu að vita framtíðina? Það er blessuð þolinmæðin. Hún kemur hérna upp hjá mörgum merkjum. Ef til vill þarftu að vita það að þolinmæðin er eitthvað sem þú átt eftir að þurfa að nýta þér eða standa frammi fyrir. Þú þarft kannski að sýna þolinmæði við eitthvað sérstakt verkefni eða sýna þolinmæði við ákveðnar manneskjur. Það þarf nú stundum líka. Það geta verið kvenmenn eða einhverjir sem ég talaði hérna á undan sem tengjast þessu systralagsspili. Þú getur þurft að sýna sjálfum þér þolinmæði, kæri fiskur, líka. Og oft er það erfiðasta. Að vera ekki að tala því niður, refs ekki sjálfum þér fyrir að gera þetta eða gera þetta ekki. Og að þú sért ekki nógu fljótur eða nógu klár, bara sýna þér þolinmæði, gefa þér þann tíma sem þú þarft. Kannski eru einhver ákveðna manneskjur líka að fara að reyna svolítið á þolrifin hjá þér. Þetta er það sem þú þarft að vita framtíðina
Og framtíðin getur verið bara næsta vika, næsti mánuður. Það þarf ekki að vera langt fram í tíman. Ef þið vill á þetta við desembermánuð, það er engin sérstök tímasetning á þessu. Kæri fiskur, þú fékkst þess að hérna spilin styrk og systralag og þolinmæði. Vonandi gengur þetta allt saman vel hjá þér á næstunni. Ljós og kærleikur.